En hér bara fyrsta myndin og það fyrsta geomið, ef ég má orða það svo, það geom_point og við skulum bara stela aftur þessum kóða og fikta svo aðeins með þetta. Förum hérna bara aftur inn, bara í sömu skipanaskrá við höfum verið að vinna í. Ég með öll gagnasafnin hérna inni, en ef þið eru að koma að þessu upp á nýtt, þá bara hvet ég ykkur að fara aftur í rétt projekt, opna skipanarskrána og keyra allar skipanirnar hérna á undan. Eða minnstakosti þær þar sem við bjuggum til, náðum í gögnin og bættum við þarna einhverjum breytum. Og þá fáið þið upp. Ágætt kannski bara að gera það hér. Hér gott dæmi. Hér ég komið með alls konar sem sagt töflunga sem ég ætla mér ekkert að nota. Ef ég íti hérna á kústinn, þá bara hreinsa ég vinnusvæðið mitt og nú ætla ég að keyra library Tidyverse til þess að ná í ggplot og ég þarf ekki á þess að halda en ég ætla að lesa aftur inn pools og ég þarf ekki á þessum hérna auka sem við vorum að æfa okkur í filteraðferðinni en aftur á móti það ágætt að bæta þessum hérna BMI breytun við ef við ætlum að nota hann einhvern tímann á eftir og eins þá skulum við breyta kyn í flokkabreytu og við ætlum að breyta hvað heitir það nú, nöfnunum á flokkunum. Ég ætla að búa til þess að nýju breytu sem heitir hæð.flokkur. Ég ætla að recóða, skýra flokkan upp á nýtt. Þið ráðu hvort að þið breytið hérna röðunina á flokkabreytunum, við getum alveg skert það. Og aftur búa til þess að þriðju eða nýju flokkabreytu þar sem bara með 2 flokka. Getum að vel verið notum með einhvern tímann eftir. Þannig þá púls komin aftur hérna inn og með nýju breytunum. Og þá erum við bara tilbúin að fara að teikna myndir. Og eins og ég segi hérna svona bara einföld skipun. geom_point stendur fyrir punktaritt. Þannig að við erum með eina breytu hérna á x-ásnum og aðra á y-ásnum. Og hún svona automatist, afsakillega kannski aðeins púls þá gagnatablan. X-breytan hæð, Y-breytan þyngd og við ætlum að teikna punktaritt. Og automatist eru bara nöfnin og breytunum sett hérna inn sem merkingar á ásana. Þetta nú sannlega eitthvað sem við viljum breyta og jú, það akkurat það næsta sem við ætlum að gera. Þannig ég ætla nú bara að leyfa mér að breyta því hér og við setjum sem sagt punkt og þannig allt bara svo kóðun okkar verði læsilegri að við höfum plusmerki hérna í sömu línu og svo getum við fara niður í næstu línu. Að setjum hér x-lab fyrir x-label og höfum þar hæð og y-lab það var þyngd og þið takið eftir að ég með þetta í gæsalöppum að þetta eru strengir og þá fáum við merkingarnar hæð og þyngd. Það líka hægt, setja bara hérna fyrir neðan, að nota bara hreinlega eina, ég skrifa þetta bara upp og nú, það ein hérna til aðferð sem heitir labs, bara standið fyrir labels og þá myndi ég skrifa hérna x jafnt og hæð, y jafnt og þyngd. Þetta alveg það sama. Þá kemur hérna með svona aðvörun að búið að henda út 11 röðum og líka áðan þau við hérna teiknuðum að það eru sem sagt vantar okkur gildi og þess vegna getum við ekki teikna mynd af því. Svona. Nú, það stundum svo að hérna nú ágætt. Hérna hef ég haft vit á því að setja mælieininguna á þyngd en ekki hæð, en við skulum bara gera það hér. Hæðin mæld í sentimetrum og þyngdin mæld í kílógramm. Nú ef við viljum setja svona aðhvarfslínu, við sjáum svo setna meir hvernig við metum svona aðhvarfslíkun, ef við viljum setja svona beina línu hérna inn, að þá aftur, við erum bara að hugsa, við erum að bæta ofan á lagi og við gerum það með plus og það þessi geom smooth aðferð sem við notum.
og við skulum gera það og aftur ætla ég að setja bara nýja línu svo þetta verði læsilegar hjá okkur og það til ýmsar aðferðir til þess að setja einhvern feril hérna inn og við ætlum að nota aðferðina LM sem við kynnum seinna en hún metur bara svona minnstu kvadratalínu og við sjáum hana hér. Sjálfgefna stillingin í Geom Smooth að setja svona öryggismörk hérna í kringum línuna og ef við viljum ekki gera það að þá notum við þessa SE stillingu jafnt og false og þá hérna fjarlægum við þessi öryggismörk. Þannig að hér erum við komum með það. Nú þetta ágætt hérna að sjá að stundum það svo, hér erum við með 2 breytur inn á myndin okkar, 2 talnabreytur. En stundum viljum við einhvern veginn koma upplýsingum úr einni breytu til og hérna erum við þá með 3. breytuna sem flokkabreyta inn í myndin okkar og það getum við gert með að nota mismunandi hérna svona tákn til þess að teikna, þá myndum við nota type en við ætlum hérna að vera með mismunandi liti og takk eftir þá bætum við hérna inn hvaða breytu við ætlum að nota til þess að aðgreina liti og við gerum það hérna inn í AES og við skulum bara aftur, við getum bara, sleppum bara línunni á þessa mynd, þá verður það reynda 2 fyrir annað fyrir konu og hitt fyrir karla en hérna myndum við skella inn color jafnt og nafnið á breytinu og hérna ætlum við að flokka eftir kyni. Takk eftir hér, myndirnar sem sagt birtast alltaf hérna og við vítum hérna zoom þá hoppa þær svona út í sér glugga sem við getum hérna stækkað og minnkað að vild.